Góðan daginn, ég heiti Lárus Fannar Sigmundsson og ég hef unnið hjá Vélaverkstæði KS núna undanfarin ár, kláraði samningin þar og lauk sveinsprófi síðastliðinn febrúar. Í dag ætla ég að kynna lokaverkið mitt sem hönnun á griparmi. Hugmyndin af þessu verkefni kviknaði þegar ég ræddi við samstarfsfélaga á Vélaverkstæði KS mögulegt lokaverkefni. Eftir nokkra umhugsun og vangaveltur var ákveðið að hanna griparm sem hugsaður að setja niður ljósastaura á öruggan og nákvæman hátt. Einnig hægt að nota hann í fleiri fjölbreytt verkefni, svo sem við meðhöndlum á trjám eða öðrum hlutum. Í þessari kynningu mun koma fram virkni og uppbygging griparmsins og myndir af tækinu. Markmið verkefnisins að hanna einfaldan og skilvirkan griparm með áherslu á virkni og notagildi. Við hönnun griparmsins var stuðst við ákveðnar hönnunarforsendur sem höfðu það að markmiði að tryggja virkni, öryggi og einfaldleika í notkun. Griparmurinn var hannaður með það í huga að geta sinnt fjölbreyttum verkefnum, svo sem að lyfta og færa hluti eins og staura. Griparmurinn verður að mestu nýttur í vinnu við ljósastaura. Lögð var áhersla á griparmurinn hefði nægilega burðargetu til að lyfta hlutum á ákveðinni þyngd, eða 100 kíló, ásamt því að vera stöðugur og endingagóður í notkun. Einnig var horft til þess að hreyfanleiki griparmsins væri nægur til að ná og meðhandla hluti á einfaldan hátt. Griparmurinn þarf að geta gripið þægilega utan ljósastaura sem 150 mm í þvermál. Við val á efni var tekið mið af styrk og endingu sem og að auðvelt væri að framleiða og setja saman einstaka hluti griparmsins. Þá var jafnframt lögð áhersla á að hönnunin væri sem einföldust til að auðvelda bæði smíði og viðhald. Virkni griparmsins tiltölulega einföld. Griparmurinn útbúinn með einum glussajack sem stjórnar lausarmi og sér að opna og loka gripnum. Við fulla opnun bil milli fastarms og lausarms 220 mm sem ætti að duga fyrir flestar gerðir ljósastaura. Griparmurinn klemmir síðan niður í alltaf 80 mm og hér sést mynd af lausarmi sem teiknuður í AutoCAD Inventor. Griparmurinn smíðaður úr 25 mm þykku stáli sem veitir nægan styrk fyrir þá vinnu sem honum ætlað að sinna. Griparmurinn verður að mestu skorinn út í plasmaskurðavél sem eftir að létta verkið mikið. Griparmurinn þannig útbúinn að hægt að sé að bolta í gegnum hann til að halda honum föstum við samsetningu sem auðveldar stöðvinnu. Á flötum griparmsins komið fyrir plasti sem 3D prentað. Tilgangur þess að vernda hluti svo sem ljósastaura og koma í veg fyrir óþarfa skemmdir við notkun. Plasti þannig hannað að það smellist á griparminn sem gerir auðvelt að fjarlægja það þegar griparmurinn notaður í önnur verkefni. Griparmurinn einnig hannaður þannig að hægt sé að setja hann framan á mínigröfu álíka, en í þessu tilfelli verður hann settur framan á liftara bara með hefðbundum júrufestingum. Hér má sjá myndir af griparmurinn sama settum. Þetta myndir úr AutoCAD Inventor. Hér má sjá sniðmynd af griparmi þar sem áhersla sett á glussatjekkin. Þetta verður tvívirkur glussatjekkur sem sér að opna og loka griparminum. Verkefni gekk vel og ég tel að markmið verkefnisins hafi verið náð með hönnunarforsendur sem lagt var upp með. Endanlegur kostnaður kringum 700.000. Það þá með vinnu og án vask. Það verður svo gaman að sjá hvernig þetta kemur út þegar þetta verður loksins smíðað. Takk fyrir mig.
Jú, allavega betur en ég var þegar ég byrjaði. Hvað eru fleiri spurningar?